Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum hérna mættir í sjávarútvegsspjall og með mér eins og oft áður er Ólafur Jónsson, togaraskipstjóri, Magnús Guðbergsson, trillukall og hafnavörður Atli Hermannsson. Og strákar, nú eru kosningar búnar og það eru 3 flokkar að reyna að mynda ríkisstjórn. Hvað leggið þið til að verði í stjórnarsáttmálunum sjávarútvegsmál? Svo við bara byrjum á því. Byrja á mér eða? Ég byrja á þér, Magnús. Takk fyrir það. Það sem við leggjum til er náttúrulega fyrst og fremst hverjir erum við? Við erum náttúrulega frá Landssambandinu sem að tökum okkur saman að kjósa eitthvað ákveðið málefni fyrir heildina. Já, þá er þetta að segja að þið trillukallar. Já, við strandveiðisjómenn. Strandveiðisjómenn. Við tökum okkur sem sagt og sjáum fyrir okkur það kerfi að það verði 48 dagar án stöðvunar og sem sagt að það verði engin svæðaskipting og það verði sem sagt opið sem sagt á milli svæða, það er engin svæðaskipting, svo við útskýrum þetta og sem sagt að hvað ég segja, það er náttúrulega tillögur líka það að verði sett sem sagt inn 10.000 tonna pottur sem sagt fyrir strandveiðar og það verði hægt að fara það voru 10.000 tonn í strandveiðpottinum á síðasta ári. Já, en við erum að tala auka. Já, sko, haltu þeir bara við strandveiðar, svo tölum við aðra kosti sem eru viðbót. Ok, ekkert mál. En ok, þá skal ég bara útskýra þetta. Já. Við viljum bara hafa 48 daga án stöðvunar. Já. Það er alveg klárt. Það er skilið. Og sem sagt og þá er þetta að tala kannski 12-15.000 tonn að veiði. Bara eftir því sem þarf. Það sem þarf. Það er engin stöðvun. Það er bara veitt þangað til þessi 48 dagar eru búnir. Já. Og sem sagt það eru mannréttindi. Já, við erum líka bara að tala mannréttindi og atvinnufrelsi einstaklinga sem er náttúrulega grunn réttur okkar þjóðar, eða ekki? Já. Frumbyggja réttur meira sér. Meira sér frumbyggja réttur. En það sem ég náttúrulega legg áherslu á líka að það sé engin svæðaskipting og þetta sé opið í 6 mánuði því að þannig að menn geti nýtt besta tíman á sem bestan máta og sótt veiðanar sem sagt á þann hagkvæmasta máta sem hver og einn getur á hverjum stað fyrir sig á hverjum staði á landinu. Já, og þá er ég að tala það að veiðanar náttúrulega byrja kannski að sunnanverðu og enda kannski, þú veist, að norðausturlandinu eða austan. Og þá er best fyrir okkur kannski að byrja tímalega í mars. Já, þá ertu að tala engar tímasetningar á þetta. Nei, bara 48 dagar og menn veiða þetta bara hagkvæmast og besta máta sem þið geta gert. Já. Fyrir sig og náttúrulega þannig að þeir geti þá snúið sér öðru ef það svo ber undir, en náttúrulega það væri þá það að geta farið í eitthvað annað sem að væri í boði frá sem sagt ríkisstjórninni sem hún gæti boðið upp á að þessi fastafjármunir fengi betri nýtingu heldur að fá í dag. Já. En það er náttúrulega eins og þetta er í dag, þá ertu bundin af 12 dögum í mánuði, ekki rétt? Jú, 12 dagar í mánuði, sem sagt maí, júní, júlí, ágúst. Já, og líka þessi stöðvun náttúrulega á alla rauðudagana sem gerir þetta helmingi erfiðara og hættulegra. Náttúrulega bara leggja það niður. Það bara menn velja sína dagar sjálfir. Ég segi það, rauðudagarnir gera þetta hættulegt. Engin ástæða til að hafa þetta. Nei, þetta bara gerir þetta hættulegt. Þetta er menn að sækja stífar af því að það er orðið knappur tími til þess að ná dögunum sínum. Og þetta er öryggisatriði að opna á 100%. meira frelsi fyrir strandveiðar. Þannig að menn geti valið sér daga. Þannig að öryggi þeirra sé haft í fyrirrúmi. Og líka hagkvæmni
ef þú sér fram á skort á fiski þennan dag, þá velur að róa hann frekar heldur en einhvern annan dag, skilur, þegar allir eru, þú fyrir þessi færri fara þá þegar meira vantar að fiski, fá hærra verð. Meina umhverfis þættir í líka í þessu sko að veitingahús erlendis kaup ekki bara fisk á mánudegi til fimmtudags. Þau kaupa fisk alla daga og afgreiða fisk alla daga til neytandans. Og þar að leiðandi náttúrulega ósköp eðlilegt að neytandi gerir þá kröfu að geta fengið umhverfisvænan fisk hvenær sem maður vill. Alltaf, já. Það náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem eru flestar í ferskum fiski. Þeim vantar oft fisk á mánudagsmorgni þegar og þá væntanlega úr róðri frá strandveiðibátum á sunnudegi. En hverjum hentar að hafa reglurnar svona stífar eins og þær eru? Vitið mig hverju sem að græða því? Þetta kom bara inn úr frumskói stórútgerðar. Kemur þetta bara eins og þetta er bara eyðilegging. Þetta er rein og klár eyðilegging á atvinnuvegi. Þetta er ekkert annað. Kemur þetta bara inn eins og ennútavellingarnir fyrir 2 árum síðan. Já, eitthvað þess áttar. Þetta var bara 2 manna tal. Þetta var bara ákveðið við borð í Reykjavík þegar kerfið var sett á og það var bara sagt þetta er bara fínt svona, við látum þetta bara fara svona. Það var engin spurður. Það var engin tekið með í samtalið og sagt við þurfum að ræða þetta við þá sem ætla að starfi í þessu. Það var þó allavega gert í stórútgerðinni þegar kvótakerfið var sett á. Þú hefur nú ekki alveg sömu áheyrendur og stórútgerðin. Nei, ég veit það. Ég hef ekki sömu áheyrendur. En við erum samt sem áður. Við erum þjóðfélagsþegnar þessa lands og eigum að eiga þann rétt að geta nýtt okkur frumbyggjaréttin til okkar eigins auðlindar. Já, það eru nú allir sammála það, eða margir sammála það, nema í rauninni stórútgerðin handhafar veiði heimilda. Takið eftir, þeir eiga ekki veiði heimildirnar, þeir eiga ekki kvótan. Fiskurinn í sjónum er sameign þjóðarinnar og þeir hafa nýtingarétt út af fáránlegum lögum sem sett eru þar og það er nauðsynlegt að því verði breytt þannig að fleiri standi jafnir að nýtingu auðlindarinnar og það verði gert á samkeppnis grundvelli. Og þess vegna er annað sem að Landssamband smábáta hefur gert núna að gera tilboð í 10.000 tonna þorski. Það er ekki bara fyrir strandveiðibáta, það er fyrir alla báta í Landssambandi smábáta. Og það eru náttúrulega línubátar líka litlir og færabátar og náttúrulega strandveiðibátar þar á meðal og allir sem eru í þessu strandveiði kerfi. Og þeir eru náttúrulega að sækjast eftir því að fá aðgang að meiri veiði heimildum og eru tilbúnir að borga ríkinu milljarð fyrir aðgang að 10.000 tonnum. Þetta eru vistvænar veiðar í meira heldur en hjá stórútgerðinni og svo kemur þetta sér til góðs fyrir fiskvinnslur án útgerða og þetta eru fleiri jákvæði þættir við þetta. Og síðast en ekki síst hæsta verðið á erlendum mörkuðum fæst fyrir þennan fisk. Auðvitað í mörgum tilfellum jafnhátt verð fyrir togarafisk eða snurvoðafisk eða annan fisk en allavegana eru þeir með það besta sem þekkist í hráefnisverð fyrir afurðirnar. Já, þeir eru top of the line. Já, þeir eru á toppnum í þessu. En það er ekkert skrítið þó stórútgerðin noti okkar logo og króka á kassana sína, sko. Já, þeir gera það á spart. Þeir eru að markaðsetja fiskinn og segja hann sé jafnvel veiddur á línu þó hann sé veiddur af togurum. Þetta er svolítið svona,
þetta svolítið svona fölsk ímynd sem verið að gefa kannski á ekki rétta hráefninu. Já. En hver veit það þegar hann búinn að borða flaki hvort það vittist á krók eða í troll? Sumir finna bragðið. Já, sumir finna kannski bragðið. Nei, já. En þetta auðvitað bara, þetta auðvitað bara svona sérstakt eins og maður segir. Það verið að misnota kannski markaðsaðstæður og kannski í raun og verulega að vera að fara gegn ýmsum samningum sem hafa verið gerðir að standa rétta og sannarlega að málunum. Það kannski ekki verið fylgt eftir og eins og ég sé þetta fyrir mér að við erum kannski í dag eins og þú segir, það vantar heimildir, hver á að taka þær? Þarf ekki að taka heimildir? Nei. Er þetta ekki bara eitthvað sem við getum sagt að sé óhlutlæg tala sem við seinlega bara opna á? Jú. Alveg eins og ýmislegt annað, Hafró og fleiri kvótar sem eru settir inn sem ekkit endilega nefndir. Nei. Það svigrúm sko í annarri grein laga stjórnfiskveiða þar sem ráðherra hefur völd. Það er bara Þorsteinn Pálsson sem á sínum tíma í sinni ráðherratíð segir bara ég ætla bara að fara eftir ráðleggingum Hafró, skilurðu. Hann hefur heimild til að grípa inn í, það úr dagakerfinu. Hann hefur heimild til að grípa inn í eða koma einhverja sérstakar aðstæður upp eins og Sigurður Ingi hafði þegar nótabátarnir sáu síldina hverfa inn í Breiðafjörð, alveg óheyrilegt magn af síld og þeir báðum að fá að veiða en Sigurður Ingi gaf Hafró viku og þá var hætt við veiðarnar og hvað skeiði inn í Kolgrafafirði? Hún dói. Hún fylltist af dauðri síld, skilurðu. Þarna hafði Sigurður Ingi, sjáu þið bara hvernig þetta Sigurður Ingi hafði leyfi til þess að opna sér, gefa bæði, það voru bæði nótaskipin og reknetabátarnir. Já, þeir hefðu getað haldið áfram. Nótabátarnir komust ekki inn undir brúna. En trillundar hefðu gert það. Nei, þetta var viku, þetta var eitthvað hálfu mánuði áður en hún endaði þar. Já, en þeim var bannað að taka þetta út af Ólafsvík. Þeir gátu veitt fyrir utan. Já, þeir voru þar sko. Eftir sjávarföllum. Já, litlu bátarnir sem voru einfyrir þeim voru þeim voru setti tímamörk sko. Til þess að vernda dauðvona síld en maðurinn með skófluna sem var voru tímamörk á honum líka þeir voru að moka dauðri síld í fötum upp úr hjörunni. En þegar þú segir svona, með fiskinu gangi grunnt og allt þetta, ég meina nú var breytt starfsháttum hvað ég segja, fiskveiðistjórnunar fyrir síðasta sumar eða síðasta ári og heimilað að fara með dragnót og dregin veiðafæri miklu ofar við að allir landsgrunninu og samhliða því núna síðasta sumar þá erum við að horfa upp á það að fiskurinn að ganga mikið grynnra. Það vegna þess að ráðherra Vinstri Grænir? Já, Vinstri Grænir, þeir náttúrulega áttu alveg heiðurinn af þessu. Óþarfi, þetta var algjör óþarfi. En það ástæðan í dag fyrir því að fiskurinn gengur grynnra vegna þess að hann hefur ekkert æti lengur á þeim hefðbundu slóðum sem hann hefur verið að fást á. Að við séum farnir að fá fiskinn upp í fjöru það núna hann sé að flýja aðstæður sínar vegna þess að hann getur ekki gengið út því hann rignir ekki dýpra. Það eru mókveiði af síld núna út á Jökultung og Jökuldýpi. Þeir eru að mókfiska þar en síldin leggst á botnina. Þeir eru að skrapa með flottrólinu í botni. Já, en hver skýringin á því að fiskurinn gengur mikið grynnra á strandveiðtímabilinu heldur hann hefur gert áður? Það eru bara misjöfn skilyrði í hafinu frá einu ári til annars. Það er og fiskgengt tekur alltaf mið af
aðstæðum á hverju tímabili, hverju ári. Já. Þetta eitthvað sem við erum í sammála að öllu leyti, en það allt í lagi, við þurfum ekki að vera sammála öllu. Nei, það annar mál. Maður hefur bara aldrei séð það að þetta hafi haft áhrif þótt að sé verið að veiða einhvers staðar hérna, að þá breyti fiskurinn, hann gefur bara á sama stað aftur næsta ár, hann gefur á sama stað aftur næsta ár, eða einhvers staðar annar stað ef að ætið annar staðar. Það er ekki að fullir þetta. Eftir hítaskilum, eftir ætinu. Já, alveg nákvæmlega. Ég held þetta séu straumar og ýmsir þættir sem spila inn í og líka þessi náttúrulega þættir sem ég nefni, en það svona mála, það þurfa ekki allir að vera sammála því. Það eru bara þessar náttúrulegar aðstæður alltaf að breytast. En það breytir því ekki að við erum ekki... Hann sér misjafna sprettu hjá sér. Við erum ekki að laga neitt með því að heimila dragnót og togveðar upp í landsteina. Það er nóg svæði, það er nóg annað svæði, alveg óþarfi. Nú ætla ég bara að segja, það er nóg annað svæði fyrir þessi stærri skip að vera heldur en að rekja smábáta út fyrir sig og setja þá í bráða hættu vegna þess að þeir þurfa að sækja einhverja dýpri slóðir. Er það eitthvað sanngjarnt? Er það eitthvað eðlileg stjórnun? Alls ekki. Er það ætlunin stjórnvalda að drepa kannski bara drillugallin? Já, það er oft hefur maður haldið það að það væri tilgangurinn með reglugerðarbreytingum og lögum og reglum bæði smábáta og aðra og hvað þeim er haldið í niðri. Þeir eiga ekki sömu möguleika á stórútgerðin að vaxa og dafna og stækka jafnvel skipin sín og annað í þeim dúr. Því þetta er allt bundið í lög og reglur. Við getum bara tekið upp eina reglu frá Færeyjum, að bátar innan 11 metra. Í Færeyjum þá hafa þeir einkarétt innan 6 mílna. Okay. Til dæmis. Já, það er nú ekkert flóknar en það. Nei. Og svo frá 6 og upp í 10-11 eitthvað svoleiðis, það er bara línuveðar. Já. Netaveðar og dragnótaveðar. Það er sama lína, 6 mílur. Það er 6 mílur. Nei, 12. Það er út í 12. Já, ég er ekki alveg klárið. Nei, svo það getur nú verið misjætt. Smábátarnir eru með þetta út af fyrir sig innan 6 mílur. Já, nú svo er náttúrulega Færeyjabankinn er bara lokaður fyrir tófið. Já, hann hefur verið það lengi. Já, það er búið að vera í mörg ár. Já. Nú við höfum lokað plássum fyrir tófið. Meina Húnaflóin var lokaður. Já, stór svæði. En hefur engin svona gert neinn skil á því eða athugun eða hvað ég segja rannsóknir á því hvaða afleiðingar það hefur í för með sér stækka svona skipin og stækka veiðigetu og veiðafæri og gera þetta eins öflugt og þetta er að verða í dag og er orðið. Ég meina, hvaða áhrif hefur þetta á lífríki sjávar? Þegar að Hafrannsóknastofnun stendur í þeirri meiningu og það skipti engu máli hvernig veiðafærin eru, veiddur fiskur er veiddur fiskur. Það er eiginlega mottóið sem að Hafró hefur í stórum dráttum. Er það þá þannig hugsað að þegar að fiskurinn er búinn þá er engin veiddur fiskur? Nei, ekki að þú klára en þeir eru alltaf komið vel fyrir að sé klára. Sjómenn hérna í Þorskastríðinu voru samþykkir Guðmundi Kennesteð það að við vildum losna við ryksugutóra. Já. Skilur við. Núna eru hér 2 ryksugutórar með stórar bræðslur. Sagan segir að þeir séu að landa meiri mjöli og lýsi heldur en flaka magnið segir til Já, þá ertu að tala Eru þeir þá ekki farið brottkasti þá ekki farið bara inn á gatið og brennar hann? Ég ætla kannski ekki að ásaka einn en þetta geti vel verið að þetta sé kannski hluti af orsökinni að það sé veitt miklu meira heldur en í raun og veru er gefið. Ég reyndar heldur að skýringin sé svo að hausar og hryggir af bæði þorski, ýsu og fleiri kvikindum fari í bræðslurnar hjá þeim ásamt þorskryggjum og jafnvel í sumum tilfellum hausum og þar að leiðandi sé og svo svona draslfiskur með fari allur í bræðsluna.
Þetta eru flakatórar Þetta eru flakafiskiskip og flökin eru öll í sömu stærð skilurðu? Hvað skip þetta sem voru það? Þetta er Þerney og Siglufjarðartogarinn sem hérna er farin risaskipin sem voru tekin frá annað var tekin frá Grænlandi til dæmis og svo sem að hérna Ísfélagið í Vestmannaeyjum á í gegnum Þorm og Ramma Sólbergi já, ég held að heiti Sólberg það eru þeir tveir það eru bara tvö alvöru það eru bara ríksugutóra já, það heita það ef voru kallaðir það 1978 já, það voru stóru þýskutóra og rússarnir náttúrulega, við þurfum ekki sjá rússana en Guðmundur Genist sagði það að hann hefði ekki varið landhelgina með svona krafti og hann gerði og setja sjálfan sig og sína áhöfn í hættu og skipin ef hann hefði vitað það að kvótin ætti að fara á fáar hendur á Íslandi hann hélt að hann væri að vinna fyrir íslensku þjóðin en ekki fá á útvalda og þetta stendur ennþá. Já, þetta er stort viðtal við hann sem var í einhverju blaði og ég tók forsíðuna af þessu blaði, stækkaði upp og ég með þetta innrammaði på vekkjumur. Já. Viðtalið við Guðmund Kjærnested. Já. Akkurat þetta sem þetta var bara heilsíðu viðtal með myndum og öllu. Já. Og hann var alveg með þetta á hreinu. Já. Og mér langar að bæta eins við þetta því ég hef verið að hugsa þetta svolítið núna af því að það er verið að núna er aftur komin fyrningaleið upp í kvótakerfinu að það þurfa að fyrna það. Sko ég er búin að taka þátt í 2 breytingum og þetta er í sjálfu sér bara einfalt. Ef þú ætlar að breyta fiskveiðistjórninni þá ertu með skipstjóra á hverju skipi hann fær bara leiðbeiningar hvernig hann á að veiða og fer bara út og veiðir það þarf ekki að bíða í 20 ár til þess að gera það þetta var gert svona 77 og þetta var gert svona 84 við fórum bara út við fengum bara nýja passíu, nýja biblíu og fórum út veitum eftir nýja biblíu skilurðu það þarf ekki meira. Við verðum að skilja það að það er stórútgerðin sem er búin að búa til þessa mýtu. Fær einhverja háskólagæja og einhverja lögfræðinga til þess að segja þetta þurfa það þurfa aðlaga. Hverju þurfa að aðlagast? Þeir fá sama fiskinn, þeir fá að veiða sama fiskinn, eina sem þeir þurfa að gera er að landa alltaf markað. Og eitt sem að því að við erum nýkonur úr kosningum, þar sem við fórum landið, að ég vil taka hugmyndina sem kom upp hjá mér í Grundarfirði með góðum útgerðarmanni að innheimtum veiðigjöldin á mörkuðunum allur fiskur á markað og þar skulum við innheimta veiðigjöldin þar skiptast veiðigjöldin á milli landsbyggðar heimabyggðar ríkisins og markaðurinn fær sitt. Já, ég er alveg sammála. Markaðurinn náttúrulega tekur alltaf sínar krónur á hverju kíló. Já, það er alltaf eðlilegt, skilur. En þarna fær byggðarlagið. Þegar við vorum að ræða þetta kom í ljós að það var einn læknir á öllu Snæfellsnesi. Einn læknir á Snæfellsnesi. Samt er þar sjúkrahús og alla græjur allt lokað. Það er einn á Hornafirði. Já, hann er á Hornafirði, það sérðu. En haldiði ef við bara víkjum aftur á strandveiðikerfinu að haldiði að verði gefin mikinn afsláttur í þessum stjórnarviðræðum. Það er bara spurning hvað er þora. Það er ómögulegt að segja. Það er oft áður ríkt bjartsýni sem hefur svo ekki gengið eftir. Það er alveg rétt og þegar að þú ætlar að fara að taka einhver grömm af stórútgerðinni þá rísa þeir til varnar og blása í herrlúðra. En það er enginn endilega að tala að taka neitt frá neinum. Það er að tala að bæta við og það er ekki einu sinni víst að það verði veikt allt saman því að strandveiðabátar eða litnir bátar eða trillur eða hvað við köllum þetta
þeir eru háðir veðri, þeir eru háðir því að menn geta veikst, þetta allt einyrkjar, þeir fara ekki á sjó og segja, heyrðu næstum borð bara, þú veist, eins og stórútgerðin. Þetta bara, þú veist, við erum bara að tala alltaf hluti, við erum að tala smábáta, heldur en stórútgerð, og stórútgerð ekkert vandamál í okkar huga. Vandamáli hjá okkur það hvernig við ætlum að lifa af í þessu kerfi. Og það það sem okkur vantar meiri afla inn í kerfið til þess að geta staðið undir fjárfestingunum okkar og verið með þar þannig sómasamlega og geta endurnýjað okkur eins og allir aðrir vilja gera, actually. Og við erum bara ekki að fá þá sviðsmynd í dag. Enda alltaf verið að tala um það. Eina sem alltaf hamrað á, það umhverfis eitthvað, það eitthvað þetta. Jú, þetta allt gott og gilt. En til þess að þetta sé hægt, eins og til dæmis að fara rafmagn á bátum, þá þurfum við miklu sterkara rekstragrundvöll heldur við erum með í dag. Það ekki hægt að bjóða okkur upp á það að segja, þeir bara allir verið rafmagni, kostar 70 milljónir báturinn og hver á að borga? Ekki borgum við þetta með 12 dögum á mánuði í 2,5 mánuð. Þegar við tökum upp rafmagnsbáta, þá verða þeir á fríum kvóta. Já, það væri til dæmis svona fyrstu 10 árin. Það hefur enginn gefið það loforð ennþá. Það hefur enginn gefið það loforð ennþá og við erum ekki þar. Við erum ekki komin í það að smíða 800 smábáta á rafmagni. Í dag vandinn til staðar og við þurfum að leysa hann núna fyrir næsta sumar, ekki einhver tíman í komandi framtíð. Það fullt af mönnum sem þurfa virkilega á því, bara landsbyggðin öll, við skulum bara taka alla landsbyggðina sem studdi þessa ríkisstjórn sem að myndast, hún á það inni að þeim sé hjálpað og gert þannig umhverfið þeirra að þeir geti starfað í sínu umhverfi á eðlilega máta með sína fjárfestingar, með sína skuldbindingar, með sína fjölskyldur að sjá fyrir. Þeir eiga það bara skilið. Þeir eiga ekkert, þá engin neitt inn í þessu fólki. Þetta fólk hefur staðið alveg 100% að sínu frá A til Ö. Þetta krafa stórútgerðarinnar fyrir sig. Akkur megum við þá ekki hafa það sjálfur líka. Þetta dæmið. Akkur þurfum við að sita við skarðan hlut þegar hinir vilja það ekki. Það vantar inn í... Sorry, ég æsi mér smá. Já, þetta allt í lagi. Það vantar jöfnuð fyrir smábáta sjómenn og á smærri bátum að geta staðið jafnfætis og þið eruð að sýna það núna, Landssamband smábátaeigenda, þegar að þið treystið ykkur til að borga 100 krónur pluss og veiðigjaldið upp á 27 krónur, að þið eruð samkeppnisfærari og ættuð að fá aðgang að þessum 10.000 tonnum sem þið viljið leigja á þeirri forsendu að þið treystið ykkur til að gera þetta sem stórútgerðin treyst sér ekki til að gera. Og ef að þessi 10.000 tonn yrðu útlutað til Landssamband smábátaeigenda og þeir fengja að nýta það, þá erum við að fá meiri peninga fyrir þessi 10.000 tonn heldur en stórútgerðin borgar og þar að leiðandi væntanlega hærri tekjur fyrir þá sjómenn og hærri útsvar til sveitafélaga og þetta myndi skila sér hærri tekjuskattir ríkisins, hærri hafnagjöld og allt því að þið setjið fiskinn inn á fiskmarkað 99% tilfella og það mun sprauta þessum peningum betur æðar þjóðfélagsins inn í samfélagið og það þetta sem þarf að verða og stórútgerðin hún á líka að gangast undir það að allur fiskur sem hún fær að nýta með einum og öðrum hætti inn í fiskveiðilögsögunni fari líka inn á fiskmarkað. En það líka það sem ég segi, Greta, nú ætla ég aðeins að fá tjá mig bara það sem ég horfi svolítið núna á stöðuna, bara þjóðfélagslega og þá segi ég, ok, við erum bara ríkt land og allir segja að þetta sé svo opbóðslega ríkt land af auðlindum og jari. Hver nýtir
þetta ríka land? Hver nýtir það? Það einhver sem fer hérna allt landið og kaupir upp allt landið og öll gæði þess, all góð fyrirtæki og svo erlendis líka. Af hverju má ekki bara segja sér svo? Nú risa fjárlaga gat á ríkissjóði eftir síðustu ríkisstjórn. Af hverju má þá ekki segja sér svo? Heyrðu, nú eru þið ekkert að fara að fjárfesta, elsku kallarnir mínir, nú þurfum við að hjálpa þjóðinni. Þjóðin á þetta líka, hún á að njóta góðs af því sem hún á. Og við þurfum kannski að taka meira út úr sjávarútvegi þeir fjárfesta ekki þá í öllum mögulega meðan, ég veit það. Þeir græða ekki á því. Það allt í lagi. Þeir verða þá bara að bíða, rólegir. Þangað til að búa að laga svolítið stöðuna fyrir almenning í landinu og svo kemur röðin aftur á þeim. Akkur röðin aftur að koma þeim? Þá má kannski laga aftur tilbaka, ef það þarf. Ef það þarf. Ekki bara hafa heilbrigða samkeppni, það ekki eðlilegast? Eigum við að fara að beygja okkur undir einhverja óheilbrigða eða draga tilbaka aftur eftir einhvern stuttan tíma? Nei, ég ekki að tala það. Nei, eigum ekki bara að reyna að byggja upp þjóðfélagið okkar á sanngjarnan hátt, þannig að allir standi jafnir að nýtingu auðlinda. Já, og þeir sem eru tilbúnir þetta snýst víst auðlindir. Nei, þetta snýst ekki bara það, þetta snýst fólki í landinu hvernig það fær beinartekjur af því að eiga auðlindina. Það sem þú ert að tala Magnús, bara veiðigjald. Þú ert að tala gengi krónunar. Þú ert að tala gengi krónunar. Þetta var í lagi fyrir hrunið. Þetta er hluti af því. Já, þetta er hluti af því. Já. Það er búið að lækka gengið frá hruni, frá fyrir hrun 66%. Já, það er slatti. Þetta var það sem við vorum þáttakendur í, ég og Gretar. En það breyti því ekki. Skilur þegar gengisfellingarnar voru, þá skvísuðum við útgerðina svo mikið, skilurðu, að við vorum þá, eins og þú segir, við vorum að byggja Sigöldu, við vorum að byggja Borgarsjúkrahúsið, við vorum að leggja vegi, brýr og annað, skilurðu. Hún var alveg á heljar þröm, útgerðin, en hún fekk gengisfellingu, skilurðu, til þess að jafna sig annars lagi. Ég er ekkert að tala um þetta neitt í þessu samhengi. Ég er bara að tala um daginn í dag og hvað við getum gert út frá því sem við höfum. Við höfum fiskveiðikerfið, það er kvóti, það er framsal og kvóta, það er leigukvóti, það er allt þetta, skilurðu. Er eitthvað eðlilegt? Það er allt saman í dag, við skulum hafa þetta á hreinu og klárum þetta. Það sem ég á við að meðan þetta er svona og verður ekki breytt, þá vill ég að þjóðin fái meiri hlut frá útgerðarmönnum af sinni auðlind í ríkiskassan, hvort að það tekur einhvern x tíma að taka þennan fjárlagahalla niður meira, það er allt í lagi, en allur fiskur þarf að fara í gegnum fiskmarkað til þess að rétt uppgjörverði til allra og sem sagt þá erum við að tala um bara allt annað aðra sviðsmynd fyrir almenning. Magnús. Við erum raunverulega að tala um það að kvótakerfið sé ekki rekið eins og er í dag vegna þess að þá er það ekki á höndum einhverja örfára að stýra því eftir einhverjum geðþótta sem að passar þeim inn í kaupall Íslands. Magnús, þú eru áttað á því. Það verður að útluta hérna ókeypis kvóta í upphafi. Það var enginn sem borgaði krónu fyrir kvótan sem hann fekk í upphafi. Í dag eru þeir látnir borga fyrir 1 kíló af þorski 27 krónur. En þeir geta snúið sér við leið og búið útluta kvótanum og selt þetta sama kíló á 500 krónur. Leiktan. Leiga var ekki 8 milljónir sem selja tonnin? Já, tæplega. Jú, það er 7,5 miljón 1 tonn í varalegri. Það er veitt. Það er ekki óveitt. Já. Þannig að við erum að tala við erum gjafa kvóta til þessara aðila sem er að braska með þetta og hverjir eru það í klíkunni sem hafa komist upp með þessa gjörninga. Við erum það ekki þeir sem hafa alla þessa potta til umræðu til þess að deila hérna í svona bitlingakerfi í stjórnmálakerfi sem að heita skelbætur eða rækjubætur eða eitthvað annað skilur, það er fallin öfna á þessu öllu saman.
En væri þessum kvóti ekki bara betur komið bara í strandveiði þar sem myndi deilast á allar byggðir landsins? Það er byggðakvóti, það ekki? Auðvitað væri allt betra að gera við þessar veiðiheimildir og fá fullt verð fyrir þjóðfélagið út úr þessum og nýta þetta með þannig hætti að allir ættu sama aðgang að auðlindin. En menn eru oft dálítið fastir í þeirri hugsun að þetta sé orðið svona kvótakerfi og menn hugsa ekki út fyrir ramman að það sé hægt að stýra fiskveiðum með öðrum hætti heldur en kvótakerfi. Þið eru samt að misskilja mig vegna þess að ég er alltaf að tala það að kvótakerfið á ekki rétt á sér. Nei, það á ekki rétt á sér. Það er 100% sammála. Kvótakerfið á að liggja hjá ríkinu og ríkið á að ákvarða hvað það þarf til þess að retta náttúrulega sínur þjóðfélagi. Við erum hérna að tala kvóta. Já. Það er hægt að tala sóknardaga. Já, það er hægt að tala annað heldur en kíló og tonn. Við erum á sóknardögum á strandveiðum, okkur má ekki auka þessar sóknardaga. Reyndar með aflaþaki. Okkur má ekki auka þessar sóknardaga og sannarlega að gefa út rétta mynd af þeim sem heitir 48 dagar eða 60 dagar. Ég meina, hverju breytir þetta? Hvar skekkir þetta dæmið? Frá hverjum tökum við eitthvað? Tillagan frá landssambandi. Hvað tökum við frá einhverjum ef við til dæmis gefum bara 60 daga á strandveiðina? Hvað tökum við frá einhverjum? Stórútgerðin lítur þannig á að þegar einhver er tekið af heildarveiði, hvort sem það eru 10.000 tonn eða 20.000 eða 5.000 eða hvaða tölur sem við værum, þá sé verið að skerða þeirra part af kökunni. En býttu þegar kostar 8 miljónir. En þegar Hafró fer á sjó og fer bara í sína tilraunaveiðar, þeir þá að taka af heildinni af stórútgerðinni líka? Eiga þeir þá ekkert að fá að rannsaka neitt af því að þeir gætu verið að taka mikið frá útgerðinni? Það er ekki frá því. Þeir hafa einhver leyfi. Þeir hafa einhver leyfi, skilur við. En auðvitað er þetta líka aflaheimildir. Eins og þið sýnist Hafró og selja það meiri sér á fiskborku. Já, og fá meiri sér að borga fyrir það að vinna við að rannsaka það í ofanálag frá ríkinu. Þessi skip sem eru sett í þær veiðar sem eru skipuð af ákveðnum aðlum sem að vilja það er ekki til að hafa áhyggjur og þó að Hafró sé að veiða eitthvað í rannsóknarskyni hvað þeir gera við afla. Ég vil auka það. Einmitt með því móti til dæmis að taka trillunar inn í það og gefa út 10.000 til dæmis tilraunakvóta í það að aðtöga hvernig grunnslóðin liggur. Bara allar dagbækur fiskiskipa. Akkur má ekki gera hafrannsóknir bara á grunninu með strandveiðar sem eru handværi, umhverfisvæna veiðar. Nákvæmlega. Akkur má ekki gera bara sérstaka tilraun með það. Við skilum í dagbók hvern einasta dag eftir hverju veiði. Það gerir það hvert einasta skip. Það þarf ekki að gera þetta. Tölunar allar sem er London og tölur, magnu, stafsetningar. Kemur aftur á nóðum. Þetta er allt til. Mörg ára aftur í tíma. 40 ára aftur í tíma. 40 það verður gaman að sjá niðurstöðuna sem að kæmi út úr því að þetta verður tekið saman. Þeir segja bara tórarallið. Það er bara tórarallið. Er það heilum kýr? Í þeirra augum. Það er það hjá fiskifræðingum Hafró. Það er bara ekki heilum kýr. Ég menna ekki frekar en loftslagið var svona í gær og hinsegin í dag. Þú hefur ekki hitt einn einasta starfandi sjómann hvorki á togurum, trillum eða bátum þar á milli, snurfu á bátum, litlu línubátum, stóru línubátum, netabátum eða litlum trollurum eða neinum sem segja að þeir trúi 100% Hafrannsóknastofnun og þeirra ráðgjöf. Og það er sér kapitali í íslensku þjóðfélagi að láta fara í gegnum vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar. Það þarf að vera unnið af erlendum aðlum óháðum íslenskum stjórnvöldum. Óháðum aðilum þurfti það að vera unnið. Algjörlega. Og svo eins og maður veit að það eru fullt af gögnum til bæði hjá Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun sem er aldrei skoðaðar eða gert neitt með. Það er svo til dæmis veiði í dagbækur. En hugsið ykkur, við erum að ræða hérna, við situm hérna inn í Reykjavík í vonandi siðuðu þjóðfélagi
við erum með 4 króka. Við erum með 4 króka, ræðum 4 króka á hvern bát. Við erum að ræðum 12 daga í mánuði. Við erum að ræðum 14 klukkustundir á dag að sækja. Og aðeins í 2,5 mánuð á ári, og ekki nóg með það, að við erum háðir í, ef við veikjumst, ef við eitthvað gerist hjá okkur, bara eitthvað, veist, yfir tímabilið, þá þessi 12 daga farnir. Jú, en þú máttu ekki gera lítið úr 4 krókar. Þetta eru 4 krókar sem rúmast í ísösku. Frá kjörís. Þú nú að tala 16 króka að minnstakosti. Nei, 4 krókar. Og ef þú ert útsjónarsamur, þá ertu með 5 króka á slóða. Og það þýða 20 krókar á 4 rúlum. Maður hefur ekkert undan því einn að það brjóða fiskir. En nú kannski fólk á leiðinni í ríkisstjórn sem að hefur bara tölvöld mikið vita á þessu. Já, sem betur fyrir. Og hefur verið að ræða þessi mál. Við erum með Lilju Rafney sem hún vann nú bara í endurskoðunarnefndinni 2009 til 11. Við erum líka með Eyjólf og Sigur og fleiri mjög góða kandidata. Og já, við erum með það. Þannig að það allt útlit fyrir að þessi umræða verið tekin þar sem Magnús verið að tala Þannig, en það er búið að vera að ræða þetta áður og þú varst nú í frjálslyndaflokknum og þið ætlaðu heldur betur að gera mikið. Já. Og það gerist ekki mikið. Nei. Og þið voruð með sjávarútvegsfræðing. Já. Í fiskifræðing, olíufræðing og í sjávarútvegsnefnd. Já. Og það var bara gert lítið úr honum. Já. Og það var náttúrulega þegar að stjórnmálaflokkar komast ekki í ríkisstjórn og þó þeir komi með frábæra tillögur þá ekkert gert með þeirra tillögur. Nei. En núna þetta svolítið öðruvísi. Það ákall það að fráfarandi ríkisstjórn hafi algjörlega brugðist og hvað segir það okkur? Þessi nýja ríkisstjórn þarf að taka virkilega á sínu og ákveða hvert hún ætla að fara sömu leið eða að snúa vörn í sókn og sýna það að hún sé verðug þess að hafa verið kosin. Fannst þér umræðan sjávarútvegsmál vera mikil í kosningabaráttunni? Hún var náttúrulega töluverð en samt ekki nóg. Nei. Ég veit alveg að hún var alveg töluverð og það var náttúrulega mikið barist fyrir því að koma því svona eins og maður segir áleiðis en því miður, það var ekki mjög mikið hljómgrunnur fyrir. Hún náði ekki í stóru fundina. En það vegna þess að stórútgerðin á alla fjölmiðlana og lokar á umræðuna og bendir og beinir umræðunni á aðra vegu heldur raunverulega ætti að vera í frjálsu landi. Sástu einhverja spyrla hjá Ríkisútvarpinu hvort sem það var í sjónvarpi eða útvarpi að ræða sjávarútvegsmál við frambjóðendur? Nei, þeir væru sjálfsagt reknir leið. Já, það málið. Við búum dálítið við einangruða umræðu. Það var bara verið að tala heilbrigðismál og húsbyggingar eða húsnæðismál og vextina og almennt efnahagsmál sem auðvitað þarf alltaf að tala en hvernig ætlum við að breyta í þjóðfélaginu og laga efnahagsmálin ef við viljum ekki breyta tekjuöflunin í gegnum sjávarútveg. Þetta undirstöðu atvinnuvegur þjóðarinnar og þar ættu náttúrulega alla grunnstóðir að vera frá en það ekki þannig í dag. Það eins og öll umræða svæfð til þess að fáeinir geti nýtt auðlindina fyrir sjálfa sig og þjóðin unnvöldlega sett á hold eða bara svelt á meðan, sett bara á ofurvexti. Við höfum 11 ára í því núna, 11 ár. En nú við það ekki alveg afskaplega góðu tími til þess að fara að snúa undan og hætta því? Jú. 12. árið rísum við upp. Við erum með fleira fólk hana sem hefur veit á sjávarútvegi. Já, við skulum vona það. Við erum til dæmis með hana Hönnu Katrínu í Viðreist, Já. Hún var í nefnd Þorgerðar Katrínar. Já. Þegar hún var sjávarútvegsráðherra. Já, það var nú reyndar stuttur tími. Það var stuttur tími, en... Nú, Þorgerður Katrín náttúrulega hefur heilmikið vita á þessu líka.
hún var þarna var þetta ekki hálft ára eða svo allavega, það var sett á laggirnar þegar pólitíksnefnd sem og hún var í henni og skilaði séráliti sem hægt að lesa í samantekt Þorsteins Pálssonar sem hljóðaði upp á einhverja 290 síður. Já. Og hver var ráðgjafi nefndarinnar? Það var hann hérna, ekki, hvað heitir hann? Ekki Kristoffer Flón, heldur sonur hans. Daði Már Kristoffersson. Hann var sérlegur ráðgjafi. Já. Við fengum hann nú hérna í þátt hjá okkur. Ég meina, nú hann þarna einstu koppur í voru, sko. Varaformaður. Hann var varaformaður Viðreisnar. Nú og nýliðin fyrir norðan. Já, hann er kominn. Hann strákurinn kennarinn. Já. Hann er að sama meiði. Það svo sem skrifaði greinina góðu? Já, í Vísi, sko, þarna. Ég held að það nú verið að þekkingaleysi á engu öðru, sko. Ég veit ekki. Þannig að það alveg högur af fólki, fjölmargt fólk sem kemur að naga. Jú, þetta bara spurning hvort við viljum nýta sjávarútveginn með eðlilegum hætti að hafa heilbrigða samkeppni í sjávarútvegi, tryggja þeim sem treysta sér til að leigja ríkinu veiðiheimildir og borga fyrir það besta verðið eins og ég held að trillukallar geti gert með betra mótri heldur en aðrir af því að þeir eru vanir að þurfa að borga fyrir að fá að veiða fisk. Já, það þannig. Við þurfum alltaf að borga fyrir það sem við förum og sækjum. En svo annað náttúrulega. Það náttúrulega búið að vera náttúrulega heilmikið kosningabarátta og það búið að vera náttúrulega að senda þessum stjórnmálaflokkum öllum erindi það hvort að þeir muni styðja strandveiðar og fleira í þeim efnum. Allir svöruðu var það ekki já. Ég fylgdist ekki með því. En það nema Sjálfstæðisflokkurinn, hann svaraði þessu bara einfaldlega ekki og má líta þá bara sem samþykki vonandi. Ég er ekki alveg viss. Nei, ég er ekki viss heldur, en það er svona mál. En svo var náttúrulega framsóknurum með langloku þetta og svona benti til þess að hann væri nú kannski ekki alveg endilega sammála þessu, en ég sé aldrei, og ég mun aldrei geta skilið, hvers vegna svona smái bátar sem háðir svona mörgum skilyrðum skuli vera undir svona miklu regluverki. Jú, en bara það vekur furðu mína að jafnaðarmannaflokkur Íslands sem samfylkingin þykist vera og hún skuli ekki treysta sér til þess að gangi það að búa til sama jafnrétti handa þeim sem að nýta sjávarauðlindina á Íslandi eins og þeir að leggja til að allir fái sömu heilbrigðisþjónustu í gegnum sjúkrahúsin. Allir skulu hafa sömu möguleika í menntamálum og á fleiri sviðum hafa þeir verið að tala fyrir jafnrétti þjóðarinnar. En þegar kemur að sjávarútvegi og nýtingu á sjávarauðlindum þá hafa þeir skilað auðu. Þeir lofuðu því 2009 til 2013 að innkalla allar veiðiheimildir og endurútluta og sviku það. Þá fór og reyndar 2007 fór Ingibjörg Sólrún, þáverandi formaður samfylkingar á fund hjá LÍU upp í Borgarnes og lofaði því að ekki yrði farið að rífast eitthvað 20 ára gamalt kvótakerfi. Og manni sýnist að núverandi formaður samfylkingar Kristrún Frostadóttir hafi gert það líka að hún ætlaði ekki að fara að gera einhverja byltingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Hvað mikið bylting í því að leyfa smábátum að veiða? Já, þú ert að taka við erum að tala um umhverfisvænar veiðar sem skaða ekki og það er búið að sanna það að öllu þessum þáttum alveg fullnægt. Magnús, við vitum þetta en við verum að tala hvernig pólitísku öflin eru að takast á við þessa hluti.
Þeir náttúrulega takast á við þessa hluti af einhverjum, eins og maður segir, vannmætti og vannþekkingu með hvernig þeir takast á við hlutina, því að þessi trillur ger ekki neitt annað en bara að færa björg í bú og ef það er eitthvað þá auka gjaldeyristekjur landsmanna. Þetta snýst ekki um að þekkingu á mínu vati. Það er fullt af fólk hérna sem hefur bara gríðarlega mikla reynslu og þekkingu á þessum hlutum. Svo ég var að tala um þetta fólk sem hefur verið bæði í endurskoðunarnefndinni hérna Guðbergs Hannessonar. Það er fólk núna í þingi sem var í henni og núna í Katrínu nefndinni þegar hún var 2017 og þetta fólk er búið að fara aftur og baka og áfram í gegnum allt saman og það þarf ekki að útskýra fyrir þessu fólki hvernig krókar lít út sko. Það er allt annað hlutur sem að ræður þarna ferðinni sko. Bara hagsmunagæsla. Það er bara búra hagsmunir og fólk lendir bara alltaf á vegg. Svo ég held ég að sagt einu sem þetta talaði við einn mann, þetta einn fund hérna fyrir mörgum ári síðan og var svolítið óánægður með að hann skildi hafa staðið sér betur og hann bara eftir fundina þá bara gekk hann að mér og segi þú er ekki hugmyndum hvort að tala um. Það gerir enga grein fyrir því við hverslas öflir að eiga. Og hún var virkilega alvara með það og ég er alveg viss um það og nú erum við komin inn með Jens Garðar hérna líka sko heldur betur fyrirverandi hann er nýliði í sjávarútvegi, þú manst þetta því hann er nýliði í sjávarútvegi það er allir nýliði sko þegar hann ráðið til LIU þá var hann nýliði í sjávarútvegi En finnst ykkur ekkert skrítið þegar að börn hérna þeirra sem að streitu og erfiðu fyrir kvótanum á sín tíma séu farin að erfa þetta bara í hlutabréfaformi og kaupallaformi einhvers staðar út í bæ skilur Jú, á meðan þetta gengur í erfir þegar að hérna fullt af ungu fólki sem ég þekki nú marga til sko sem að vildu hasla sér völl í þessu hafa ekki sömu möguleika Nei, en það er ég að segja þau væri samt tilbúin að streita eins og hérna 100 ára en gjafa kvótakerfið í upphafi þegar að það var veðsett 91 það hefur aldrei verið gefin neitt kvótigreitar þetta er ekki rétt nú vil ég fá að tjá mig um þetta ég hef sett þetta upp og eins og ég horfa á þetta er kvótakerfi sem er bara kvótakerfi landsmanna þjóðin á þetta og að orðinu til en við erum svo með annað kerfi sem að útgerðarmenn bjuggu til sem heitir bara svona viðskiptakerfi sem að selur sem sagt afla heimildinar innan ársins og varanlega sem sagt líka innan ársins eins og ég horfa á það og þessi réttur er einhvern veginn orðin svo ofsalega dýrmætur að bankanir ákvaða það að taka veð í þessu Þeir taka ekki veð í kvótanum Nei, í raunverulega þjóðinni er ekkert veðsett fyrir þessu ef við myndum bara segja morgun við ætlum að breyta fiskveiðikerfinu það er ekkert ábyrgðin liggur ekkert hjá þjóðinni að taka það á sig Nei. Ekki eins og ég horfa á þetta Nei, en þú mátt ekki gleyma þegar ég er að segja gjafakvótakerfi þá þegar það er sett á 84 þá borgaði engin útgerð krónu fyrir veiðiheimild Nei, en 91 þegar frjálsa framsalið kom á veiðiheimildir þá urðu til peningar þá varð kvótinn verðmætt eign alveg eins og það gerast í grásleppukerfinu nýtingarétturinn á kvótanum varð Það er alveg eins og með grásleppukerfi sem er að gerast núna. Það er búið að ákveða kvóta að það sem var gefið, Magnús, 84 var orðið milljarða virði 91. Hvað eru menn að gera 92, núna? Þetta skeður eftir 95. Bitu, núna eru menn að það er búið að ákveða setja kvóta á grásleppu og það er búið að útluta meða við veiðireynslu einhver ára. Þetta er ekki framselilegt fyrstu 2 árin eða mann rétt. En bátar og kvóti og allt þetta gengur kaupum og sölum í dag. Og það er allir ykkur að safna þessu og allavegana, kaupa eitthvað fullt af bátum og safna þessu. Er þetta ekki bara endurtaka sig? Jú, þetta gerir það. En býttu við grásleppa fór aldrei gegnum 3. umræðu. Er það ekki bara óskur svipað og með landbúnaði? Það er spurning hvort að verður hægt að rekja þessi lög. Fyrir utan það að grásleppan er ekki í útrýminga hættu. Nei, engin ástæða til þess að setja hana raunverulega í kvóta. Þetta er ekki gert í almannaheill.
Já, það alveg rétt. Hvað almannaheill á bak við þetta? Ég meina, hvað almannaheill á bak við ýmsar aðra útlutanir í tegundum? Hvað almannaheill á bak við sandkóla, skráp, beitungkóng eða sæbjúu? En hvað það sem valdur því að það fullt af tegundum sem í útrýmingahættu og búið að útrýma á fiskistofnum þjóðarinnar í gegnum tíðina frá því að stóru skipin komu til? Það eru fullt af tegundum. Stóru skipin hafa ekki útrýmt einni tegund. Það þín skoðun, ekki mín. Hvaða tegund? Það eru humar og fleira sem að... Ég kom aldrei nálægt humarbleið. Ekki stóru skipin, þú ert að tala um... Nei, ég að tala um dragnótin á allt þetta. Þetta eru orðin stór skip í dag. Ég meina, horfðu bara á Snurvo þegar hún var Grétar í gamla daga, þá var hún lögð niður og dregin að sér við fast. Í dag þetta bara tókskip. Já, þetta má vera upp í fjöru þó að hafi ekki mátt valla vera með þessi skip í gamla daga upp í fjöru. Já, það nú misjant eftir landsvæðum. Það var maður sem var nábúið minn á þar sem ég bjó, að hann vildi fara með pramma út með fullt af grjóti og dreifa á Snurvableiðina því að það fékkst engi fiskur eftir að Snurva og leyfði í Faxaflóa. Nei, það voru mjög harðar deilur opnun á Faxaflóa fyrir Snurvoð. Ég man eftir því. Þú getur lesið bókin eftir afa minn. Sumir vildu fara með bílhræ og setja á bleiðunar. Það bók eftir afa minn, Þættir á Suðurnesjum, þar sem hann lýsir ýmsum þættum sem að gerast þegar hann að draga net og annað í Faxabukt og annað, sko. Já. Þetta voru mjög skiptar skoðanir þetta á sínu tíma. Það var engin spurning. Þetta vissulega allt saman áhugavert og mikla pælingar, en aðalpælingin og aðalmálið í dag það hvað verið að fara að gera. Verið að fara að laga þetta eða á að útrýma trilluköllum og þeirra, eins og ég segi, arfleið og þeirra þekkingu og þeirri raunverulegu staðreind að túristinn hefur rosalega gaman að koma inn í öll þessi byggðarlög á sumrin og sjá þetta. En ef þetta væri ekki, hvað væri þá? Bara að fara út í kvíar og skoða laxinn eða? Í eldiskvín. Ég held að þetta fólk sem núna við stjórnarmyndunum verið sko hafi áhyggjur af miklu stærri málum heldur en trillikallinu, sko. Já. Og hann ekkert mjög framalega í goggunaröðinni, sko, og þetta fólk sem ég var að nefna hérna fyrir þættinum að það hefur sko aðalega verið að tala tilboðsleið eða samlífsleið eða pottaleið, fyrningaleiðina. Þetta eru svona þessi lykilatriði sem hafa verið í þessum stóru skýrslum sem hafa verið gerð Norðsýslunum 15 ára eða svo. Og umræðan trillukallin hefur ekki verið fyrirferðar mikil. Og yfir höfuð breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Já, nei. Það ekki mikið nefnt. Og allra síst núna, sko. Undanfarnar kosningar hefur þetta verið mun meira heldur en akkurat núna. En við skulum bara vona að Magnús alltaf að tala sanngirni, réttlæti, lýðræði og jafnræði og svo náttúrulega ákvæði í stjórnarskráni varðandi atvinnufrelsið og jafnræðisregluna. Frelsi einstaklingsins. Já, sem að Sjálfstæðisflokkurinn notar sem ekki svaraði. En þá erum við alltaf komin að því að þetta snýst ekkert sanngirni, réttlæti og allt það. Þetta bara búra hagsmunir. Já. Og en það bara einkennilegt, sko, það eru góða líkur að því samt að þetta verði rætt bara vegna þess fólk sem að koma að borðinu núna, eins og segi bara Lilja Rafney, Sigurjón Þórðarsson og Eyjólfur Ármanns og nákvæmlega. Að það meiri líkur en oft áður en að þetta fái einhvern hljómgrunn. Þeir verða að hafa kjark til þess að viðurkenna að þetta atvinnugrein. Þetta atvinnugrein sem á að hafa sitt pláss í þjóðfélaginu. Já. Ég hef allavega þá trú að þetta fólk sem að þarna nefnt viti af hverju það náði kosningu. Það gríðalegur fjöldi fólks í okkar geira sem hefur stutt þessa flokka alla, ég ekki tala bara einn, og ég held að fólk þurfi svolítið að horfa til þess að gjalda því fólki þann
heiður að hafa gefið þeim þannig kost að geta kannski mynda ríkisstjórn. Jú, það engin vafi á því og þau gera sér örugglega grein fyrir því sem hafa verið hérna nefnd að þau töluvert mikið undir þessu, en þegar þú ert sestur við 3 manna hóp að semja að gjörði ríkisstjórna, þá ekki víst að það eigi allt samlið. Þú sér nú hvað við Óli erum sammála. Nei, en við erum alveg sammála þetta. Hérna, strandveiðir eiga bara að vera nýtt hlið í nýliðun sjómanna. Þá vera útgerðarmanna. Það eina leiðin til þess að komast inn. Sko. Þetta var náttúrulega hugsað sem nýliðunar partur af nýliðun. Sko. En hver meðalaldurinn í strandveiðiköllunum? En býtu, þetta var svar við mannréttinda. Já, mál. Áliti mannréttindanefndar. Þar stendur hnífurinn í þorskinu. En svo náttúrulega getur enginn stækkað á meðan að þetta svona lokað og þröngt kerfi. Það getur engin eignast alvöru pening í strandveiðikerfi sem skiptir einhverju máli á meðan að má ekki veiða nema 20-30 tonn. Þetta ekki alvöru grein Þetta líka bara öryggisatriði. Og þegar bátar eru bundin við bryggju í 95% af dögum ársins, það gefur auðvitað leiða, það getur enginn í rauninni brauðfætt sig á því. Nei, það þarf líka að hugsa þetta þannig kannski að þessi smábátar og þessi aðlar sem að gera þetta, þeir þurfa náttúrulega að geta endurnýja sig, þannig að það tryggi þeirra öryggi á sjó. Það getur enginn ætlast til þess að gera út einhverja báta sem að kannski get ekki borgað af sér í öryggistækjum eða nokkur skapaðan hlut sem það þurfa, eða kannski betri vél eða eitthvað sem það getur kannski endað upp í skerjum út af. Og haldið bátum við og bara viðhald. Já, ég meina þetta langt frá því að vera mannskjulega. Já. Fyrir þó nokkrum ára síðan tók ég saman meðalaldur á strandveiðibátum bara allt fyrir yngur landið, sko. 50 ára pluss. Nei, þetta var mikið í kringu 90, sko. Ég man ekki tölum, en meðalaldurinn var þá 30 ár, sko. Og hann hefur ekki lækkað því að þetta eru bara örfáðabátar sem hafa verið smíðaðir síðustu 10 ár hérna. Flest allar þessar skipasmíðastöður sem voru hérna. Fæstir sem strandveiði bátar. Já, nei. Þeir hafa verið frekar bara línubátar, sko. Bara alls konar. Litir, alls konar. Já. Nei. En strákar, þetta orðið gott hjá okkur í dag. Við erum búin að fara hérna yfir málun og við verðum bara að vona það að það tækist að mynda ríkisstjórn sem hefur það að markmiði að laga stöðu smábátasjómanna og annara sjómanna, tryggja það allur fiskur farin á fiskmarkað og það fáist rétt verð fyrir fiskinu upp úr sjó. Það mun skila inn í þjóðfélagið, inn í æðar þjóðfélagsins, betri heildarafkomu bæði fyrir sveitafélög og ríkissjóð, og síðan að laga þannig að menn standi jafnfætis og geti bjarga sér í framtíðinni af því að stunda sjómennsku á trillum sem og öðrum skipum. Það gerist ekki nema að við fáum 48 daga án stöðunar og þessi veruleiki verði kannski að raunveruleika sem að landssambandi leggur til. Ef það tvennt myndi til dæmis eða þrennt koma inn, þá myndi þetta verða strax manneskjulegra og svo mætti kannski skoða hvað væri nauðsynlegt að gera í framhaldinu af því til þess að gera þetta bara ásættanlegt fyrir allt og alla. Þá næðist friður líka í kerfinu, ekki bara hjá okkur, heldur líka upp í stóra kerfinu. Ég held að þetta sé lítil fórn, ég held að þetta sé miklu meira að koma skikki á alla hluti og svo Réttlætið snýst ekki bara trillur. Nei. Réttlætið snýst að allir standi jafnir. Já, það er þannig. Ekki einn hópur í viðbót réttlætir að fá stærri sneið og svo standa sjómenn á stórum skipum og öðrum skipum eftir óbættir
Nei, það geta allir gert sér bát og bætt við að vilja. Já, það ekkit allir sem vilja það eða geta það. Já, ég meina þá ætlaði ekki að fara í þetta. Já, þeir eru starfandi sjómenn. Já, en ef þeir ætla að koma inn í sjávarútveginn. Þú mátt ekki hugsa þetta þannig að út frá neinu öðru heldur allir standi jafnir að nýtingu auðlindarinnar. Já, ég segi bara allir fiskur á markað og það á að vera skattlagður á ríkinu. Já, það er það sem það er bara það sem ég á við þegar ég tala þetta í upphafi hérna í kvöld, sko, eða dag. En þetta er orðið gott í okkur í dag. Ég þakka fyrir drengir. Takk. Já, takk.